Já, Kolbrún, til hamingju með sigurinn 4-1, þetta góð byrjun í úrslitakeppni. Þetta mjög góð byrjun í úrslitakeppni, við erum mjög ánægð með þetta. Og þetta ný keppni, ekki satt? Þetta heldur betur ný keppni, þær stóðu sig frábærlega, bara börjast þessu ljón, en við erum bara sterkari og það bara svolítið svoleiðis. Og mann svona grunna með að gefa frá sig heimaleikinn að það standi eitthvað til fyrir norðan í næsta leik. Við ætlum að vinna næsta leik, við erum búin að vinna 12 leiki og við ætlum að klára þetta 14-0. Það einn leikur eftir og við ætlum að bara rústa þessu. Og þetta fyrst munurinn á liðunum, þessi staða sem við sjáum í dag? Hvað segirðu? Þetta svona munurinn á liðunum? Það bara þessi styrkleika munur á liðunum að 4-1, þetta sanngjarn sigur? Ég meina, við erum mjög sterkt lið, ESA, og við erum búin að vera það bara mjög lengi, en þær eru að bæta sig bara með hverju ári og hverjum leik og það er alltaf meiri barátta og við þurfum að vinna mikið fyrir þessum leikjum, eins og sáum við fyrsta lóta var 1-1 og það börjast þessu ljón, en eins og við gerum alltaf þá fyrsta lóta svona ofta uppbytun fyrir okkur. Við erum oftast með svolítið rútufætur í fyrsta leikluta, en svo þegar við byrjar að finna okkur aðra þá bara gengur allt upp og þegar fyrsta markið komið þá koma öll inn. Og svo prófuðu þið að fara erlendis eða ekki til að fá svona bara aukna þjálfun, aukna keppni, hvernig gekk það? Já, gekk rosalega vel. Við fórum núna í febrúar og við stóðum okkur rosalega vel, bara þetta bara besta sem ég sé, bara ég hef aldrei séð lið okkar spila svona vel, þetta var bara fáránlegt. Ég svo stolt af hvað við vorum duglegar þarna úti og gátum sýnt þeim bara Ísland bara ekkert eitthvað lítið land. Við getum alveg spila á móti þessum liðum, sko. Alveg, já, þetta var frábært, sko. Þá segi ég bara til hamingju með sigurinn og gangi ykkur vel fyrir norðan. Takk kærlega fyrir það. Stefnum til hamingju með sigur.